Komið nú sæl og blessuð. Ég gleymdi að kveikja mikrofónu. Ég nefndi ekki að taka þetta upp að leiðu þessu bara. Vatni á sínum stað, það nýtt glas. Við erum ekki hrifnir af breytingum hérna. Alla fólk aldrei að læra þetta. Þetta byssan okkar, stóra eldspýtan. Þetta nýmóðins eldspýtan og við kveikjum einu kerti á og þessu síðan hér því við ætlum að lága drattinn smá. Þá verður tilveran ekki grá. Þetta að taka sér skáldaliði og það má það kannski ekki. Ég veit það ekki. Að því við erum á Hafnarfirði, ég er á Hafnarfirði, þá gerum við þetta bara svona. Hafnfirðingarnir eru svo sérstakt lið og leyfist allt. Hér bil allt. Engum leyfist allt. Með mörgum leyfist margt. Og ég er þar á báti. Kann vel við. Ágætt að get ekki leyft sér allt. Nú vitleysa samt. En að því við erum svona stiltir strákar og stúlkur og reynum við að hafa heimil águr svo lítinn. Og að því við eigum nú Jesú í okkar hjarta og vill hann að við höfum svo lítinn heimil águr en hann gefur okkur algjört frelsi. Það er svo merkilegt Guð, drottinn, að í honum áttu alltaf algjört frelsi og það er tómt kjaftaði sem segja að við séum eitthvað bundin og þvinguð og niður njörfuð af því að þjóna Guði. Svona talar syndin því að hún vill engar hömlur. Hún vill engan aga. Hún gengur agalausum stræti og torg og við sjáum birtingamyndina af þessu agaleysi. Og hvað sjáum við? Glundroða hvert sem litið er. Það er ekki rétt. En við þurfum ekki að vera hissa á því. Því heimurinn er fallinn og hvað merkir fallið eitthvað annað en glundroði. Ég held að þetta haldist bara mjög vel saman í hendur. En svo er Guði fyrir að þakka að hann kipti okkur út úr þessum glundroða og hvað? Jú, inn í sinn aga. Þú þarft að vera ögumanneskja til að ganga með Guði. Og þú ferð að sjá af göngunni og lærdómnum í Jesú að það er hið besta mál að vera þessi agaða manneskja, einkum og sérlagi fyrir þig sjálfa. Nú ef ég er maðurinn og ég er alveg á sama stóð þú, ég þarf á þess að halda. En allt höfum við nú til taks í málið, en ég verð að nota það. Og til að ég minni mér nú reglulega á þetta, þá lít ég í Biblíuna. Ég bið bænirnar. Ég hef samfélag við annað trúað fólk. Aðra trúaða sem róa á sama bát og ég er að já. Og við veitum að hópurinn eru þetta bara samansettur og alls konar fólki. Bara fólki eins og mér sem líður svona, líður öðruvis á morgun og allt þar fram undir götunum af því að það er fólk eins og ég. Það er ekki svo mikill munur á okkur. Og af því að við erum svo mikið fyrir það að vera með rörsýn á aðra, þá veiðum við upp ókosti annara, en vitum svona strangt til tekið af þessum ókostum í okkur sjálfum, en tökustum ekki á við það vegna þess
að við erum að föllnu eðli. Það er þetta fallna eðli sem vill ekki eiga við neitt svoleiðis, en er því með þennan hérna mjög vel libran og í góðri þjálfun. En með tímanum þá er hann nú ekki svo mikið uppi í Kristi, við erum oft bara í þessari stöðu, ekki að benda neitt. Sannleikurinn bendir ekki neitt, hann bara talar sannleika. Og ef þarf og þegar þarf, til okkar sjálfra. Og að því að Kristur er komin inn og orðin svolítið svona öflugur í okkur, þá finnst okkur það bara notalegasta mál. Við segjum, ég þurfti að heyra þetta, ég þurfti á þess að halda. Þegar ég var komið með sjálfa mig og sjálf út í svona ykkur hugsanir sem ég líkar ekki. Við höfum leið. Heimurinn hefur enga leið. Hann bara grætur sínum sorgartárum, gefst upp og sumir svifta sér lífi, sem er auðvitað sorgarsagan versta og mesta. Allt eitthvað sem Drottinn getur komið í veg fyrir, því að hann sýnir þér sjálfan þig eins og þú ert og þú fer að elska þennan sjálfan þig með réttum formerkjum. Því að heimurinn er þannig að þenni vondur hann er fallinn, þá er hann aldeilis ekkert upptekinn við það að hampa þér þannig séð nema hann geti þá eitthvað notað þig í staðinn. Þess að þú þarft að vita hver þú ert og hver ertu. Ég veit hver ég er. Ég er Konráð Rúnar sem þjóna Jesú. Ég veit að ég er þar. Og ég kann vel við þessa hugsun og mér er alveg sama að þú segir þetta aldrei við mig. Ég veit hver ég er. En þú mátt það alveg, þú vilt. Það er alltaf gaman að heyra svo sem uppörfunina, en þó engi segi neitt, veit ég hver ég er. Veist þú hver þú ert? Ég segi við þig, þú átt von. Ég segi við þig, þér er ætlað að lifa. Ég segi við þig, þér er ætlað að lifa í vellistingum, alveg eins og ég geri. En ég veit hvaða leið ég fór og ég veit hver það er sem gefur mér allar mínar vellistingar í dag. Hann heitir Jesús. Og hann er skrifað í Nýja testamentinu, bent á hann í Gamla testamentinu og svo kom hann. Og hann lifir í dag. Ég veit ekki hvort þú trúir því, en hann er með á þessari stund. Svona Jesús. Þetta er það sem hann gefur okkur. Þetta er það sem hann gefur okkur fullvísu fyrir. Ekki? Fá það til að svara. Þetta er orð Guðs. Ég elska orð Guðs. Merkilegt. Þetta er umbreytingin sem varð í mínu hjarta. Já, ég fór að elska orð Guðs. Ekki svo að skilja að ég hef neitt verið að fjargveðrast út í orð Guðs. Ég hafði bara enga skoðun á því. En ég var ekki með þessa bók uppi. Ég man ekki hvort ég hlóa þeim sem voru með hann uppi. Ég reyndi að þekkti engan sem var með hann uppi. Það voru borðið skipun sem maður á, held ég manna bara ekki. Orð Guðs. Jú, örugglega var það nú, maður var ekkert að leita að því og maður var að fletta í að opna skúffu og leita að einhverju og þá kannski ítti maður biblíunni til hliðar þar. Ég held að enginn hafi tekið hana fram. Hún var bara þar. Já, hún var til alveg pottþétt, en hún var bara þar. Það var enginn að nota hana. Ekki svo ég vissi. En ég vissi svo sem ekkert allt sem allir voru að gera. Örugglega hefur nú einhvern tíma verið maður, já, manneskja sem var trúi manneskja.
Ég man eftir einu manni sem var nú fyrrverandi drykkjumaður. Ég man eftir við vorum eitthvað að fíblast með Biblíuna og hlæja og voða gaman. Þá sagði ég manni alltaf þessi ágæti vinur minn sagði: þið eru kaldir strákar að tala svona um orð Guðs. Eftir á að hyggja, þá, þetta hafði áhrif á mig. Ég man alltaf eftir því. Þeir segi mér það núna að þetta hefur nú líklega verið trúið manneskja. Hann blessaði kallinn, hann var eina tíð drykkjumaður og eins og sumir af þessum ágætu togaramönnum voru, en var búin að vera edrú all lengi þegar þetta er. Og við guttarnir vorum eitthvað að hlæja og segja brandar í kringum orð Guðs og hann sagði þessi orð: þið eru kaldir strákar að láta svona með orð Guðs. Það sagði ekkert meira. Við náttúrulega alveg svoleiðis bara. En ég sé var að segja það manni eftir þetta hafði áhrif á mig. Svona eftir á að hyggja, jú, ég held að þetta hafi verið trúaður maður. En í mín eyru opinberaði hann aldrei neina trú, en það getur vel verið að hann hafi gert það við ykkur í kringum. Eins og ég segi þá vissi maður auðvitað ekkert allt sem allir voru að gera. En á þessum tíma átti ég allavega ekki trú, svo mikið veit ég. Mér var gefin trúin, þangað til að ég eignaðist hana var ég ekkert að gá neitt eftir henni. Ég þekkti hann ekki, vissi ekki hausnisborð á henni, fyrir allt í einu að hún eins og bara að koldist úr fötu yfir mig. Og ég rennblotnaði frá höfði og niður úr. Þannig að það fór ekkert fram hjá mér það sem var að gerast. Og síðan þá hef ég elskað þetta rit, Biblíuna. Ég átti hann ekki þegar ég frelsaðist en það kom strax inn hugsun, bara strax, ég verði að eignast Biblíu. Strax. Þetta voru umskiptin. Biblía, vámá. Við vorum að segja brandar um Biblíu kannski 30-20 árum fyrir, eða 30, þetta er svo langt síðan maður. Og hlóðum og skemmtum okkur algjörlega konunglega. Þangað til þessi ágæti maður segir: strákar, þið eru aldrei skaldir að tala svona um orð Guðs, eða Biblíuna. Bara sló allan hlátur í okkur. Já, kannski var Guð bara reynt og beint að hnippa í okkur. Man ekki hverjir voru með mér þarna og hver þeir eru í dag, en allavega er þessi trúuð manneskja í yfir 30 ár. Hann gantast ekki með Guðs orð, aldrei ekki, frekar en annað sem hann ber virðingu fyrir. Og alltaf sé nú ekki bara sannleikurinn sá að fyrir orði Guðs ber maður mesta virðingu. Ég ber virðingu fyrir mörgu og ég ber virðingu fyrir þér til að mynda. Hver sem þú ert. Því að ég veit að Drottinn ber virðingu fyrir þér. Og ég reyna að bera virðingu fyrir því sem Drottinn ber virðingu fyrir. En eitt veit ég að hann ber ekki virðingu fyrir, og ég ekki heldur, hann ber ekki virðingu fyrir syndinni. Hann ber enga virðingu fyrir syndu og líferni. Því hún er ástæðan fyrir öllu þessu illa sem við erum að horfa á og kennum öðru henni en það er að völdum syndar, það er að völdum hins fallna eðlis mannesku sem allt þetta er. Falla eðlið fær sína upprisu þegar Kristur knýr dyra. Þegar Drottinn kemur yfir og þú segir við sjálfa þig: víst er til Guð. Víst eru himnarnir skapaði fyrir Guð. Allt var þetta til fyrir orð Guðs. Alveg eins og laugstu fyrir mér á sama andartaki og þetta gerist. Það voru mikil umskipti sem verða þarna hjá mér á fertugsaldri
var ég ekki á fertugsaldri? Jú, ég held að. Þegar þetta upplögst fyrir mér. Og hungrið eftir því að fara að gera eitthvað í Jesú nafni kom strax. Fór strax að leggja niður verkefni fyrir mér. Mér var gefin Nýja testamenti, lítið hver, ég hef oft sagt frá þessum, og líka þessu sem ég ætla að segja frá núna, að þá gerði ég ákvæði í það var áður en ég var búin að lesa Biblíuna, lesa Nýja testamentið, ég ákvæði það þá að allt sem að svona vekti mér áhuga, það myndi ég skrifa niður. Og ég gerði þetta allt sem að vakti mér áhuga, ég fann þegar ég var að lesa að það vakti mér sumt áhuga, kannski ekki allt, sumt vakti mér áhuga og ég var með stíla, blokk og þetta var nú engin talva þá og ég punktaði þetta allt niður. Og ég renni í gegnum allt Nýja testamentið, ekki sálmana. Ég man ekki, voru ekki þessi litlu testamenti með, voru þau ekki bara Nýja testamentið? Ég held að séu í dag með sálmónum. Ég held að hafa ekki verið þá. Nei, ég held ekki. Hvað? Leið og opinberunarbókin, síðasta orð opinberunarbókan lauk. Þá voru allmargar A4 blaðsjur þétt skrifaðar reikningaversum. Og ég ætlaði að gera eitthvað með þetta. Þá ætti ég pikkara, prentja, digg, háaði segg og ég prentaði þetta allt á blað. Og svo fer ég að velta fyrir mér hvað ég nú að gera við þetta, eða hvernig ég að bera með til að gera næsta verk. Ég byrja að leggja minn fallega í bleyti og ég þekkti nú ekki mikið til kristilegra starfa þá en Gideon félagið náttúrulega stórt nafn og hefur alltaf verið og ég best að kíkja þangað. Og ég kemst að því að þeir eru til húsa, er það ekki á Vesturgötu, í gamla, voru þá allavega í gamla gömlu búnaðarbankahúsi og ég tek strætó, eða hvort ég held ég á nú labba þetta bara. Hvað bjó ég þá? Ég bjó Grettisgötu, já, þannig að þetta var smá labb þarna, ekkert labb, bara góður göngutúr og ég knýti þeirra. Og það sagt kom inn og ég opna og hinum með skrifborðið situr ungur maður. Og ég segist vera hérna kristinn maður. Guð blessið þess að, Guð blessið, ég var alveg hissa. Yfir því, það var aldrei neitt svarað mér svona. Guð blessið þess að. Þegar hann bara við það frétta að ég væri nýfrelsað. Og ég segi, ég hérna, sagði hann þess að sögu held ég bara, ég lesi alltaf fest allt á blað sem vakti mér athygli og hann tekur við blöðun og flettir í þeim og segir mér svo, en þetta er nú tilhellingur af þessu, sagði hann. Já. Og sýnir mér þarna Biblíu, svona blað sem er með Biblíuversum, kannski er þetta gefið út enn, ég veit það ekki. Og ég sá að allavega þyrfti ég ekki að gefa þetta út því að það verður löngu búið. Svona læri maður. Og ég sem sagt fyrir út og geng frá þessum ágæta stað og segi við sjálfum mig, já, við búið að gera ýmislegt sem áður en ég kom í þetta. Kirkjan byrjaði ekkert með mér. Þetta var bara út af því að ég vissi ekki neitt hvað var í gangi. Ég þekkti engar kirkjur, ég þekkti enga söfniði, nema máski var ég nú farin að kynnast, hvað hétu þeir aftur? Já, heimatrúboð leikmanna. Það var starf sem var til í allmörg ár og það var að gefa út blað sem hét heimatrúboð leikmanna
og var virt starf og enn svona svolítið reyndar farið að síga á seinni hlutan hjá því þegar ég að koma inn, heimatrúboð leikmanna. Og ef þú ferð á tímarit.is þá getur örugglega séð þetta blað þar, reyndar veit ég það ekki en ég reikna með því. En þeir gáfu út blað sem að þetta held ég alveg örugglega heimatrúboð leikmanna og það var hægt að vera áskrifandi að þessu blaði. Frændi minn einn, sem var trúaður maður, hann sá að rukka. Þá var rukkunin gerð með þeim hætti að menn knúðu dyra. Það getur vel verið að þetta var bróðir föður míns að þetta blað hafi verið sent heim. Ég man það bara ekki ykkur að segja. Jó, það getur nú alveg verið að allavega manni eftir, hann hlýtur að við hljótum að keypta þegar ég man eftir honum blessuðum að rukka. Hann kíkti nú reynda til brúðusins annars lagið og fekk kaffi en ég held örugglega ég mun eftir honum að rukka þetta ágæta blað. Og sem sagt heimatrúboð leikmanna náttúrulega hættur mjög löngu en það var starfandi í ykkur áratugi og örugglega alveg að gera besta gagn. Og það var hjá þeim sem að ég fer á mínu fyrstu samkomum og ég hef líka vitnað um það að menn sátu í hring, þetta var svona 20 manna hópur og ég kem þarna inn úr heiminum má segja, maður alveg nýfrelsaðar þá, bara nýstigin út úr þeirri vitleysallri og þar var maður fyrir vissri opinberun og ég fór að hugsa eftir á, ég sagði, þetta ekki hægt, þetta gengur ekki. 20 manna hópur, það enginn að rífast, allir sammála, þetta ekki hægt, svona hugsaði ég. Þetta nefnilega hafði maður séð svo oft sjálfur og heyrt. Þannig að það var alveg greinilegt að ég að komin inn í eitthvað nýtt umhverfi sem ég bara hreinlega þekkti ekki áður. Og ég sagði, hérna vil ég vera. Bara út af þessu, hvernig fólkið svona einhvern veginn stillti sér saman. Og ég vissi, eða hvort ég gerði mig grein fyrir því strax, allavega vissi ég það síðar, það kom sér saman orð Guðs. Það orðið sem sameinar okkur. Ef við erum í sjálfum okkur, þá 1001 leið til að sundra okkur. Og það eru allar í gangi. Þegar Kristur kominn, þá sameinar hann í sínu nafni. Með öðrum orðum, þetta fólk, og ég nýgræðingurinn vissi ekkert hvað ég var að gera eða fara í, var komið saman í enn eitt skiptið til að sameinast orð Guðs. Þetta snerist ekkert einstaklingar að þannig séð, nema þá bara sem trúa fólk. Það snerist að fræða sig upp úr orði Guðs. Og þetta vekur mér þessa hugsanir, þetta ekki hægt. Það enginn að rífast. Mér líkaði það vel, ég man alltaf þetta þessu, ég sagði sjálfum með Konráð, hérna viltu vera. Hérna viltu vera, þannig bara verið að tala samfélag við lifandi Guð og ég ennþá í þessu samfélagi og ég segi ennþá hérna vil ég vera. Það hefur verið bara svona í gegnum tíðina, ég náttúrulega orðið sjóaður í þessi dag, svona alla jafna hefur verið bara mjög gott ásikomulag inn í þessu söfnuðum sem að ég þekki til. Alla jafna hefur það verið en maður náttúrulega sér þennan núning.
og veit af hverju Biblían og Nýja testamentið er skrifað eins og það er skrifað. Það vil taka á þessum núningi til að núningurinn hætti. Þess vegna er það svo mikilvægt fyrir einstakling að vera vel að sér í fræðum Biblíuna. Þegar ég er einstaklingur, ég þarf að losa mig við núning hið innra með mér til að ég allavega sé til friðs. Er ég til friðs? Þú veist allt það. Ég er aldrei til friðs, þú veist það. Ég ætli sé ekki bara jafn oft til friðs og þú. En ég er Guðs maður. Ég man alltaf eftir hvað það kom, griftist í mér. Þessi hugsun á maður er enginn að rífast. Þetta er ekki hægt. En þetta var hægt. Og svo hin hugsunin. Hér vil ég vera. Þetta var á fyrstu stundinni og þessi fyrsta stund, hún er líklega 1989, bara rétt eftir að ég er frelsaður. Og það bara hélt og heldur enn í dag. Það er Mattheus og Guðspjall. Kannski lásum við þetta á þessari stund. Það er 7. vers í öðrum kafla. Þú Betlehem í landi Júda, ekki ert þú síst meðal hefðaborga Júda, því að höfðingi mun frá þér koma, sem verður hirðir líðsmíns Ísraels. Við vitum hvernig er verið að tala. Við vitum að hér er verið að tala Jesús. Hann er hirðirinn sem ætlar að koma og halda utan hjörð Ísraels. Og nú eru við partur af þessari hjörð sem tilheyrum Jesú Kristi. Og að því að við vitum hvað þetta snýst, við höfum oft fengið að vita og föttum alveg veikleika okkar, og þá viljum við styrkja það sem eru svona veikt og gerum með því að gera það sem Drottinn er að bjóða. Og þá getum við aldrei gert neitt nema að benda á orð Guðs. Við lásum áðan upp úr orði Guðs, við þurfum á því að halda. Til að halda áfram að vera það sem við viljum vera, þetta trúaða einlæga fólk á Jesú. Á Jesús. Hvað heitir þinn Guð? Ég veit það ekki, mér varðar ekki það, en minn Guð heitir Jesús. Hann er sá sem ég hef fyllt, hann er sá sem ég gaf líf mitt 1989 og hér er ég 2023 í júlí að gera það sem ég byrjaði strax á leið og ég gat, leið og ég fekk Nýja testamentið mitt að gjöf að lesa og ég er enn að lesa. Og ég var að lesa fyrir þig upp úr Nýja testamentinu nokkur orð. Það eru mörg nokkur orð í orði Guðs. Og ég er búin að lesa þessi nokkur orð alloft. Og oft verða þau manni til slíks gagns að ákveðin umhverfing verður í hjartanu. Orð Guðs er máttur. Það gengur aldrei á grunn. Skoðaði heiminn og benti mér á eitthvað sem hefur verið í 2000 ár. Já, það er þarna. Það er kirkjan. Hvað sem þið finnst kirkjuna? Þá er hún eitt sem hefur staðið af sér alla storma. Allt. Allar vígvélar manna, allt. Kirkjan. Af hverju? Jesús lifir á himnum. Og hann á fólk í öllum kynslóðum á jörðu. Þess vegna lifir kirkjan.
og hún hættir aldrei vegna þess að hér mun alltaf vera til fólk og boð Jesú útganga vegna þess að hér mun alltaf verða til fólk að tala með svipuðum hætti og hér talað. Þannig að við erum ekkert að bakka með eitt eða neitt. Þetta eigum við sjálfan höfðingja himins og jarðar sem sér að þetta standist nú allt sem við erum að gera. Og það er gott. Þurfum að hafa öflugan bakhjall. Og öflugri Kristi finnum við hvergi en við höfum Krist. Og við erum enn að fletta í yndislega Nýja testamentinu okkar sem ég ákvað í fyrsta skipti sem ég las að taka allt út sem að snerti mig og eftir urðu nokkuð margar af fjórar þéttskrifaðar blaðsíður sem að ég að vísu á ekki lengur og gerði aldrei neitt með nema bara að ég ætlaði að gera eitthvað með það en ég sá að það var búið verk þannig það var óþarf að vera neitt að riðlast á annara braut. Orðið segir það við ekki að gera það. En þetta var auðvitað fyrst og fremst vegna þess að ég þekkti ekki allt sem hafði verið gert. Í dag veit ég svo miklu meira. Og sumt dettur mér ekki í hug að gera, svo fyrir utan það að þá þekki ég Drottinn betur en ég gerði þá og ég veit að hann skaffar hlutverk. Þannig að ég hef nóg að gera. Ég reyndar fyrir margt löngu hættur að biðja hann að auka aðeins við mig því að ég gerði það nú einu sinni tvisvar og sá eftir í bæði skipti það hlóða svoleiðis á mig verkum og ég segi, þetta nú að vera ágættar, þannig að stoppa það nú maður. Af hverju? Það í bænir. Hann vissi alveg hvað hann var að gera, hann vissi að ég myndi alveg bara drukkna í þessu, en ég baði hann meira og ég fekk meira, svo þetta er miklu meira. Af hverju? Hann er aðeins að lægja strákinn og síðan hef ég nú bara látið mig lægja það sem ég er með hér og nú. Ég forðast að biðja meira. Bara hreinlega forðast það. En hver dagur hefur nú sín verk fyrir það. Allt meir og minna sett niður á Guði. Hvað er þessi þáttur annað en bara eitthvað sem Guð vill að ég geri? Hann vill að ég geri þetta. Ég veit ekki með þig, það getur vel verið að þú sérst að gera eitthvað svipaða hluti og ég hér. Ég bara veit það ekki, mér var það raun ekki döða. Eina sem mig var það og kannski get sagt við þig að bara gera það sem Guð er að bjóða þér. Og ég held mig við minn steðja, því að það ber okkur að gera. En það er blessuð klukkan, og gengur og gengur og gengur og gengur. Svo lesa þarna þess. Fyrra bréf Páls til Kórindúmanna. Hvað eigum við að lesa þar? Við erum að lesa 50. vers, 53. vers, 50. vers. 51. vers, maður sé svo illa maður. Sjá, ég sendi ykkur leyndardóm, ég segi ykkur leyndardóm. Við munum ekki öll deyja, en öll munum við umbreytast. Í einni svipan og einu augabragði, við hinn síðasta lúður. Því lúðurum mun gjalla og þá munu dauðir upprísa og óforgengilegir og við munum við. Þá munu dauðir upprísa og óforgengilegir og við munum umbreytast.
Forgengilegir og dauðlegir líkamar okkar eiga að breytast í óforgengilega líkami sem dauðin er ekki til. Þetta er nú það sem hann er að bjóða okkur. Sem dauðin er ekki til. Þetta er ekki bara uppörfun inn í daginn. En þegar það gerist og þið forgengilega breytist og verður ódauðlegt, þá rætist það sem ritað er. Dauðin er uppseldur í sigur. Dauði, hvar er sigur þinn? Dauði, hvar er broddur þinn? Þessi góður, nákvæmlega. Dauði, hvar er broddur þinn? Það er búið að höggva hann af. Hann var hogginn af í Kristi. Þannig að hann virkar ekki. Kristi. Þú þarf að tilheyra Kristi. Drottinn er tilbúin til að taka þig að sér. Hann var tilbúin til að taka mig að sér. Og ég þáði þetta boð. Og hér er ég. Lít Kristi. Heiðra Herra minn, Jesús. Af öllum hjarta, öllum huga og öllum mætti. Og reyni að gera vilja hans eins og ég framarlega get. Blessa sjálfa mig af verkinu og veit að þú ert að blessa staðið einnig. Og það er markmiðið. Við eigum að vera blessun hvort fyrir annað. Og við erum blessun hvort fyrir annað, það er nú þannig. Því að Kristur býr í hjörtunum okkar og þá er enginn að rífast. Þetta gengur ekki, Konráð. Þetta er ekki hægt. En það var hægt. Og er hægt. Því Kristur er ekki maður. Kristur er meira. Hann er sjálfur friðarhöfðinginn. Þannig að maður þarf ekki að vera undrandi á því að friður ríki í herbúðum friðarhöfðingjans. Og ég fullyrði það ríkir friður í herbúðum friðarhöfðingjans. Ég er búin að vera í herbúðum friðarhöfðingjans í öll þessi ár og ég þekki ekkert annað. Nema ykkur þá kannski smá svona kergjur á milli, af því að við erum fólk. Og sumir er í fílu og allt saman það, af því við erum fólk. Sumir hlaup út í gremju, af því við erum fólk. En það er ekki mitt áhugjefni. Samt þegar kemur þetta fólk aftur. Kannski vandræðalegt, kannski ekki, af því Kristur dregur það aftur þangað sem það á að vera. Það var ekki mitt verk. Kannski hjálpaði ég til, ég veit það ekki. En það var ekki mitt verk. En stóra myndin er þessi. Það hefur ríkt friður á staðnum. Alla þennan tíma. Sami friður og ég mætti í þessu hring sem að þessi samkoma fór fram í. Ég sagði, þetta er ekki hægt, að ég þekkti allt annað. Þú var aðtúa það að ég er að koma úr heiminum þarna. Hann kann alveg að rífast. Hann kann alveg þá list að vera sundur orða út af engu. Þannig er enn í dag. Og sama ástand inn í kirkjunni. Friður. Samhugur. Ef þú ert sanngjarn, sem ég veit þú ert, þá viðurkennir að þetta er svona. Ekki svo að skilja að þú eru ekki stundum verið smá svektur út í ykkur. Við erum alltaf í fíl út í ykkur, þú veist það nú. En svona stóra myndin er ekki þessi. Hún er þessi friður. Það er hann sem þú elskar. Því að þar sérðu Krist hvað gleggst. Man alltaf eftir þessari mynd og þegar þetta kom til mér, þetta er ekki hægt. Þetta er ekki hægt. Það blasti við mér allar hringin. Og hinn orðin, hér vil ég vera. Og hér er ég enn. Af því hér vil ég vera. Ég vil vera það sem Kristur er boðað.
Þegar tíminn líður með vá. Það gerir þetta á eftir. En hérna, ég verðist að fara. En ég ræði ekki við klukkuna. Hún hýði mér ekki. En ég verð hérna eftir viku og við sjáumst þá.